Nei, ég held að það sé nú rétt að áður við höldum lengra að nota tækifærið og þakka Hákoni og hans fólki fyrir frábærlega vel unnin störf og ég vil fullyrða það að þau unnu vel og miklum heilindum að þessu verkefni og skulum gefa þeim gott klapp. Það stýrigræður, það bara gamla aðferðin. Getið þið nú aðeins virt fyrir ykkur hverju þeir heppnu voru sem voru dregnir í þennan ráðgjafahóp og þeir bera náttúrulega töluvera ábyrgð á þessu verkefni og af því að ég var nú manaður í það að koma að tala þá sagði ég það er lágmark að fá þessa glæru með þannig að það viti hverjir koma að verkefni. En nú vakna spurningar það hvort að þetta sé ein skýrslan í viðbót sem fer vel í hillu hjá okkur. Þær eru jú til nokkurar og upp á síðkastið þá hefur þeim fjölgað. Í þessum skýrslum hafa komið upp stór mál sem lúta að fjármögnun og uppbyggingu ferðamannastaða, staðfestingu á því að náttúran sé helsta aðdráttarafl ferðamanna og nauðsyn þess að einfalda stjórnkerfið og að Ísland sé markaðsett undir einu vörumerki. Jújú, þetta vitum við öll og þetta eru svo sem engin ný vísindi. Og það er náttúrulega ykkur einföldun að segja það að þetta sé eina niðurstaðan af öllu þessum góðum skýrslum. En þetta er þó það sem að má lesa út úr öllu þessum skýrslum og við höfum núna þurft að fá útlendinga til þess að segja okkur þetta. Og þar held ég að við séum komin að þeim tímapunkti að við trúum því sem er aðalmálið. Nú, undanfarið ár hefur verið, eins og ég sagði áðan, hafa verið gerðar margar skýrslur og fyrst kom skýrsla breska ráðgjafafyrirtækis PKF sem að Íslandsstofa hafði forgöngu og svo skýrsla leit dagsins ljós núna í febrúar. Nú síðan kom skýrsla sem að ráðgjafafyrirtæki Alta vann fyrir Ferðamálastofu og síðan höfðu nokkrar aðilar í ferðaþjónustunni frumkvæði að fá alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki, Boston Consulting Group, til þess að greina stöðuna. Og nú skýrslu PKF og Boston Consulting báru ekki ósvipað aðferðafræði rannsóknarvinnu sem byggir á þeim þeim fræðum sem kallað er á vondu máli top-bottom. Það er að nálgunin er sjálfur sér mótuð sem er nokkuð þekkt aðferðafræði en sérstaklega ef hún er vel unnin. Báðar skýrslunar eru vöktu mikla athygli en ekki síst Boston Consulting skýrslan sem að þótti nokkuð sláandi niðurstöðu. Sú vinna sem hér er lögð fram er á nokkurum öðrum toga eins og hefur lýst hér áðan. Þeir kalla það fræðingarnir þessi bottom-up aðferðafræðin sem er sem sagt fundarhöldum allt land, ólíku viðhorfum safnað saman, auk þessi viðamikil viðtala og rannsóknarvinna hefur á sér stað. Reginmunurinn er sá að eins og kom fram í máli Hákonar að þessi vinna er unnin af frumkvæði og með breiðu samstöðu atvinnulífsins. Það er þess vegna merkilegt að niðurstöður þessar skýrslu er á sömu lund. Ef ekkert verður aðhafst varðandi uppbyggingu innviða íslenska ferðaþjónustu getur illa farið. Tækifærin glatast, verðmætin fari í súginn og umgengur íslenska náttúru, dýrmætustu perlur þjóðarinnar verður óásættanleg og allir bíða skaða, ekki síst komandi kynslóðir. Við sátum á þessum fundum og fórum að hugsa hvað getum við gert og hvernig getum við einmitt komið málunum áfram. Og í síðustu viku þá lagði ráðgjafahópurinn fram minnisblað til ráðherra og ég ætla að lesa tilvitnun úr þessari bókun, eða þessu minnisblaði. Tillaga ráðgjafahóps ferðaþjónustu klasans er að yfirvöld ferðamála skipi hið fyrsta aðgerðarhóp til þess að hefja heildstæða vinnu við þá þætti sem brýnast að verði sinnt á næstu misserum.
Mikilvægt að í þessari vinnu eigi fyrirtækin í ferðaþjónustunni og opinber aðilar veglegan sess, þó auðvitað verði endanleg ábyrgð á skipun slíkra hóps hjá ráðherra. Einnig bent á mikilvægi þess að koma á fót vel virku og vel skilgreindu klasasamstarfi í gang á vettvangi ferðaþjónustunnar. Þessi bókun var send með ítarlegri greinargerð og rökstuðningi til þess að reyna að koma því eins formlega á framfæri og hægt væri við ráðherrann að setja verkefnin í gang, koma verkefnin á stað. Hérna tímalínan, þetta er kortið sem þið sáuð áðan og síðan settum við nú bara upp að ganni svona hugsanlega tímalínu fyrir klasan og þetta er vantarlega líka sjáanlegt inn á vefnum, en þetta er einn tillaga. Það eru 100 aðferðir til þess að gera þessa hluti, en hugmyndin er fyrst og fremst svo að reyna að hreyfa við málunum og koma verkefnin í gang. Það kom fram í framsögu áðan að við þurfum að einfalda stjórnkerfi og ég tek hressilega undir þá staðreynd. Ég sitt svona í ýmsum ráðum og dáðum eins og maðurinn sagði í gamla daga og þetta er mikið sama fólkið og það er verið að tala sömu hlutin á mörgum stöðum, en einhvern veginn þá sitjum við föst. Við erum svolítið svona bara föst svolítið í einhverju systemi sem er of flókið í dag. Og mér langar að aðeins að minnast á einn mann sem er nú ekki lengur meðal vor, en hann hét Guðlaugur Bergmann, kallaði Gulli Bergmann. Ég kynntist Gulla Bergmann í störfum hjá ferðaþjónustu bænda. Hann kom þar inn með miklum hvelli eins og hans var von að vísa og byrjaði bara að hreyfa við málum og hans aðferðafræði var mjög einföld. Hann hafði góðar hugmyndir og hugsjónir. Það var ekki bara hugmyndir, þetta hann hafði hugsjónir. Og hann gat fært rök fyrir þeim og svo fór hann bara af stað. Og hann kom til mín og þegar að ferðaþjónusta bænda byrjar með sínum fyrstu skref í umhverfismálum, þá kom Gulli með plan og ég, já, þetta er nú áhugavert. Ég þarf nú að byrja því að tala við stjórnina og svo þurfum við nú að velta fyrir hvaða fólk við höfum. Hann kvaddi, kom eftir mánuð og sagði, ég byrjaður? Ég er búinn að tala við ráðherrann, ég er búinn að fara til Sturla Böðvarsson, ég er búinn að tala við þenni, búinn að tala við hinn. Hann var kominn af stað. Og hann fyllti upp í þetta tómarúm sem ég skapaði að því ég var ekki tilbúinn. Og það er þetta sem að vonandi við getum gert svona með klasa, það er að komast á stað og fylla upp í tómarúmi sem að við stöndum frammi fyrir í dag á margan hátt. Við erum ennþá að humma. Og það er ennþá að vera að skrifa skýrslur. Fyrir ekki, fína skýrslur. Það er engin spurning. En, góði félagar, góði fundamenn, mín tillaga og okkar frá ráðgjafahópnum er einfaldað þetta. Við erum komin hérna með ákveðið plattform. Það má örugglega deila margt og það má hafa skoðanir á ýmsu, en setjum í gang. Tökum Gull á þetta og þeir sem ætla að standa á kantinum og vera að humma eða vera efasemdamenn, þeir verða bara eftir. Þeir verða bara skildir eftir. Þeir geta að hoppa á vagnar seinna ef það er það pláss. Takk.